dós í morgun í dag. Bakaði brauð sem ég gerði í gær, súrdegsbrauð með trönuberjum. Við erum getting pro here. En já, við erum bara búin að fá kaffi og bara brauð og erum núna að fara niður á bryggju og ætlum að taka bát eða ferju, afsakið, því ég er frá Hrísey. Ætlum að taka ferjuna til Vaxholm í dag sem ég er mjög spennt fyrir af því að ég hef aldrei farið til Vaxholm. Við fórum í Skerjagarðinn þegar Olli bróðir bjó hérna, ég man ekki hvenær, ég held ég að vera svona 14 ára. Og þá fórum við á eyju sem heitir Grinda og er lengst í burtu, en Vaxholm er svona aðeins þægilegri ferð. Þetta er bara klukkutími í ferju. Þannig að við ætlum að skella upp þangað og sjá hvað er að frétta. Ég sá fyrir löngu eitthvað svona heimabakari sem að ég er búin að vera dying to visit. Þannig að skellum okkur til að Vaxholm. Planið okkar var nú að hjóla niður á bryggju en eins og við hefum ekki verið búin að líta út gluggann í dag. Það var torrential rain hérna rétt áðan. Litla drauma hjólið mitt. Þessi er komin í sumarfrí. Sumarfrí. Byrja vel, það grínast. Ég get ekki beðið mikið meira. Ok, ég fatt á það smá eftir á að ég var ekkert spesi að beint taka ykkur með í þessa Vaxholm-ferð. En þið fáið allavega klippur af því hvernig Vaxholm lítur út. Og við mælum sjúklega með að gera þessi dagsferð til Vaxholm eða bara eitthvert í Skerjagarðinn ef þið eru að koma til Stockholms í sumar eða whenever. Örugglega skemmtilega að fara á sumrin reyndar. Það er mjög gott að kíkja aðeins út úr borginni og upplifa aðeins meiri kyrrð og ró. Mér fannst það allavega mjög gott. Ok, storytime. Við pöntum á Amazon hárklemmur fyrir mig. Svona blómahárklemmur. Ég keypti eina bleika daginn og nota hana geðveikt mikið, hún er ótrúlega sæt. Þannig að við fórum á Amazon og ætluðum að reyna að finna fleiri liti. Nema hvað að það kom einhver þýsk verkfræðibók í staðinn sem er reyndar mjög fyndin tilviljun af því að Stulli er verkfræði en já, einhver 10.000 króna verkfræðibók en ekki hárklemmurnar mínar þannig að Stulli fattaði nýjar og þær voru að koma. Vá, hvað eru fínar! Vá, þetta eru líka 6 stykki. Gæðglaður með Stulli vandi þetta sko. Við erum að elda naut og bernes í smá svona celebratory meal. Stulli er komin í sumarfrí. Þannig að, já, lífið núna á næstunni verður bara að njóta. Já, planið í kvöld er bara að borða þessa yndislega máltíð og það var svo mynd. Maður horfir eitthvað svo mikið á þætti að það er alltaf svona smá aðtöpp þegar við horfum á bíómynd. Good morning. Í dag er söndag og við erum að fara út að hlaupa og mér langar ekki út. 70 til 90 mínútna hlaup, takk fyrir mig. Það er alveg svona semi-kalt úti þannig ég veit ekki alveg í hverju ég á að fara. Heiminn er líka bara svona 50-50, ætla ég að rigna eða að vera næs. Ég er aðeins að vonast eftir þessu hérna. But we'll see. Who's more excited? Sumar. Hvað er að gerast
minn góður. Leið úr Stulli fyrir sumarfrí. Það var þetta veðrið sem við fáum. Það er búið að vera 26, 28 gráður og sól í svona viku áður en Stulli fyrir sumarfrí og nú er hann kominn í sumarfrí. And this is what we get. Það er líka bara dimmt inni hjá okkur. Jeez, en við vissum svo sem að það ætti að rigna í allan dag þannig að planið okkar er að þrífa. Veistu að við erum ekki að fara út að gera neitt. Já, við ætlum að taka bara svona alvöru þrifdag, gera íbúðina sjúklega næs. Svo erum við að fá heimsókn á föstudaginn. Loksins, ég búin að vera að bíða eftir þessu í marga mánuði. En Hrund systir, Ingólfur, maðurinn hennar og krakkarnir þeirra eru að koma til okkar. Og við ætlum að vera helgina í Stokkhólmi og ætlum svo að fara út á land. Og við ætlum að vera þar alveg í 4-5 daga og fara aðeins út á eyjurnar, kíkja til Sandhamn og svona. Þannig að ég er rosalega spennt fyrir komandi viku. En á morgun erum við að fara að skoða nýju íbúðina okkar aftur og hitta leigusalann okkar. Og svo sem ekkert planað alla vikuna nema bara njóta þess að Stulli sé í sumarfríi og það rigning allan tímann. Nei, þetta var fínt. Okkur langar að fara í tennis og svona. Við finnum okkur eitthvað að gera í rigningunni. Ég veit ekki hvað er mikið efni í þessu vloggi en ég er líka bara búin að vera að reyna að njóta aðeins eftir að ritgerðin kláraðist. Ég fer alveg að fá einkunn fyrir hana. En já, svo er ég bara búin að sækja vinnur og eitthvað svona sniðugt. En ég held að þetta vlogg verði kannski aðeins styttra en venjulega en það er líka bara allt í lagi. Við þurfum ekki alltaf korter 20 mínútur. Þannig að ég ætla að loka þessu vloggi hér og segi takk fyrir að horfa og ekki gleyma að like og subscribe. Og við sjáumst aftur. Já, ég ætlaði reyndar að tala um það núna. Ég held að verða ekki alltaf alla sunnudaga endilega í sumar. Ég held að verða meira bara svona convenience. Ég hendi út vloggi þegar ég á ná efni í það en ekki eitthvað svona reglubundið eins og venjulega. Þannig að við sjáumst einhvern tímann.